Daníel Andri Halldórsson, þjálfari Þórs. Danni, 7 stiga tap gegn KR. Kannski sanngjarnt þeir upp í staðið og við getum kannski sjálfum okkur kennt hvernig við byrjuðum leikinn. Já, algjörlega. Við erum hana 22 undir í hálfleik. Það er bara stærsta hola sem við höfum grafið okkur hingað til. Og við vissum að þetta er erfitt og þetta myndi kosta auka orku. Og við höfum oft komið óvart í seinni hálfleik, gerðum það svo sem núna en fengum bara ekki rétt í úrslitin. Þetta má nú ekki taka kárgu, þeir spiluðu vel í fyrri hálfleik en það var rosalega mörg opin skot sem voru ekki að detta með okkar stelpum. Opin skot, sniðskot, bara margir faktorar, heimskulegir tapaðir boltar, þetta safnast allt upp og þá er útkoman 7 stiga tap. Þú hefur náð að peppa heldur betur upp í hálfleiknum eða í leikliðinu því að það var allt annað lið sem kom til leiks í síðari hálfleik. Já, algjörlega og ég er ánægður með orkunum sem er komið með inn í seinni og sýnir þeim hvað þær eru færar þegar þær spila saman. En þetta kostar auðvitað alltaf helling af orku að reyna að grafa sig upp úr 22 stiga hólu og við vorum bara svolítið sprungnar í restina. En stelpurnar og þú geti í raun verið bara fjári stoltið eða ekki eftir veturinn þó þið hafi verið svona grátlega nær úrslitakeppni. Þetta voru kannski ekkert margir sem veðja á þetta í upphafi með nýtt lið. Nei, okkur var held ég spáð 7. eða 7. endur nú fyrir ofan þá spá. Við tókum erlenda leikmann sem náði ekki að spila nærri því að mikið og við reiknuðum með sökum meiðsla. Síðan voru bara heilaristingar og ökklameðsli og Rut gamla sem spilar annað leik. En á fyrsta ári eftir 2 ára pásu hjá Þór Akureyri þá held ég að stelpurnar og við öll sjálfboðaliðarnir sem í kringum starfið geti bara verið stolt af því sem við gerðum hérna í vetur. Þetta gefur okkur byrjundi báða vængi og við komum á flegi, komum fljúgandi inn í næsta tímabil vonandi. Já, byrjundir alla vængi eins og einhver sagði í viðtali við einhvern tíma. Takk fyrir veturinn Danni minn og gangið vel og sjáumst næsta vetur. Takk fyrir það Palli.